Komiði sæl, kæru hlustundur og verið hjartalega velkomin í hlaðvarp Myntkaupa. Í dag föstudagurinn 13. mars 2026 og Bitcoin í $70.888 og hjá mér sestur loksins Björn Arason. Vertu velkomin, Björn. Já, takk fyrir, gott að koma hingað aftur. Finnst þér ekkert óþægilegt að þessi föstudagurinn 13. Ég var bara ekki búin að fatta það, sko. Kannski finnst mér það óþægilegt núna. Já, voru næstu búin að fara fram hjá honum. Það var líka föstudag 13. februar. Já, það ekki? Jú, einmitt. Og svolítið magnað sko frá því að segja að kona mín hélt í gær að hún væri mögulega að fara af stað í fæðingu. Og ég hugsaði með mér svona... Nei, það podcast á morgun. Nei, ég hugsaði með mér sko föstudagur 13. Ég vissi ekki alveg hvernig mér leist á það. En hún fór ekki það, þannig að það barnið verður ekki fætt þann daginn. Já, það allan ánægilegt að það við sittum hér og barnið kemur ekki föstudaginn 13. Nei, hvernig naustuðinn? Erlendis? Ég hafði bara mjög gott, sko. Já. Slakaði vel á. Lastu aðra kryptobók eftir The Big Print í alvörinni? Ok. Já. Ég ætla ekki að segja þér. Ok. Hún kemur í lok mánaðar. Já, ég las hana, ég las eina bókið viðbót sem ég las bara 2 dögum. Það er gaman af henni. Já. Ég með hana næst. Svo byrjaði á annari sem svona... Já, var meira svona endurtekning. Þessi er svona eitthvað svona skemmtilegt innslaginn í þetta. Að mínum mati allavega. Ok, sko, við getum fjallað svona sæmilega stórar fréttir ef við viljum. En mér finnst það reyndar ekkert vera það stórar því að maður búin að heyra þetta það mikið og ég þá aðalega að tala þetta partnership, þetta samstarf Mastercard við hvað 85 kryptofyrirtæki og mér fannst það bara vera öll kryptofyrirtæki sem maður þekkir hluta af þessu samstarfi en við verðum alltaf að fjalla það. Já. En ég vil annars nýta svolítið þennan þátt í að tala svolítið markaðinn og ég var svolítið inspíraður sko eins og ég alltaf búin að sjá þetta hlaðvarp fyrir mér en þennan þátt þá var ég alltaf inspíraður á samtali sem ég átti við góðan mann nú í vikunni og kem að sinna á það síðar en þetta alltaf það sem ég að hugsa þú nú alltaf með puttan á púlsinu varandi fréttur og annað þið langar kannski að tala þetta partnership frétt. Já, svo var önnur frétt líka sem ég var til að tala en það kannski samt, mér langar svolítið að byrja á einu sem kannski ekki svona skyndifrétt sem var ekki fyrirsjáanlegt en mjög svona stór áfangi allavega. Síðasta þriðjudag þá var mænað 20 milljónasta bitcoinið. Það aðeins 1 milljón bitcoin eftir og það tekur 140 ár í viðbót. Það á að taka 114 ár í viðbót. Var það 114? Það á að vera 2140 cirka. Já, ok, þú þurfum ekki að býða lengi. Við gætum lifað þetta lengi eftir framförum, mun velta framförum í gervigreind og bara öllu ganni sleftu sko og það hluta því sem langar að tala aðeins meirum. Ég veit að við töluðum svolítið það ég þætti verið nokkur síðan en mér finnst þetta að vera í rauninni að því að sko en já, fyrir ekki, ég ætla ekki að fara að stað að því ég ætla mér langar bara að koma að þessu þetta, eins og við vitum þá hægir á sig, hvað var það ekki bara 10 miljón bitcoin fyrstu 4 árin eða eitthvað þessu? Jú, ætli það ekki þetta svolítið áhugaverð starffræði sko, helmingunar áhrifin eru svo svakaleg í þessu, það svo rosalega mikið og rætt sem gerist fyrst og svo hægir svo svakalega á þessu þú veist að því það er bara mjög langt síðan, þú veist, það voru skilur 18 milljónir sem var búið að grafa sko, þú veist, það er búið að taka alveg heila eilíð að grafa þess að síðustu 2 milljónum mun taka alltaf bara, þú veist, endalsan tíma sko að grafa þess að síðustu milljón sko en ef þú segir okkur aðeins frá þessu partnershipi
hvað þetta nákvæmlega Sko, við viðurkennum það, ég svo sem kafaði ekki í þetta partnership það var heldur ekkert það auðvelt að komast að inntækinu í þessu. En þetta þú veist, þetta þetta bara, þú veist, staðreyndin þetta milli Mastercard og 85 fyrirtækir sem ég held að séu svona flest hægt að flokka sem kryptofyrirtæki, þetta mist mikið PayPal inn í þessu Ripple inn í þessu XRP. Þú varst með Ripple, þú varst með Solana, þú varst með Coinbase, Crypto.com, Kraken, þú varst með bara you name it, sko. Það var hana, sko. Það sem ég finnst kannski... Myntkaup var endar ekki hana, sko, en þú veist. En það sem ég finnst kannski, þú veist, inntækið í þessari frétt kannski, þú veist, sem kannski, ef maður les svona kringum, hvað þetta, segir þetta manni? Þetta segir manni, og ég var aðeins að hugsa þetta, hvað svona stæðsta narratífan sem mun svona keyra kryptomarkaði næsta árin. Ég held að það sé til þess að þessi hlutabréf og skuldabréf og svo framvegis á bálkakeðju og ég held að það sé AI-agentar fara að nota krypto og þá örugglega mest stöðuleika myndir. En ég held að það sé líka þetta. Þessi frétt segir manni að það komin keppni payment. Já. Að því að það veist, eins og einhver sagði sko bankar og þessi svona greiðslumiðlarar þeir vilja ekki vera svona blockbuster eins og Netflix gerði blockbuster á sínum tíma sko að þeir eru alveg svo að sjá með bankana sem að þurfa á þessu Clarity Act að halda og verður að gera ýmislegt. Þetta Mastercard þeir ætla sér bara að vera aðilinn sem býður upp á það að þú getur borgað með bálkakeðju eða með stöðuleika myndum með bara þessum venjulegu kortafærslum í ég veit ekki hvað hefur einhverja hugmyndum hvað það langt í það að við getum farið í bónus og verslað og vera að nota stöðuleika myndirnar okkar. Ég veit að minnst að kosti að það eru aðilar byrjar að vinna í þessu. Ég veit það fyrir víst. Já. Og þannig að þú veist ég þor ekki að segja að því ég bara hreinlega veit ekki hvenær má rekna með þessu. En þetta ég leið mér að fullir það, þetta eru yfirburðar, hvað ég var að segja, yfirburðar bakendi, yfirburðar járnbrautateinar fyrir peningakerfið heldur það kerfið sem við erum með núna. Og ég held að það engin, þú veist, þeim mun fækka sem mun eitthvað deila það hafum við náttúrulega áfram verið að deilt mikið hugmyndarfræðilegum konstant sem Bitcoin en þetta bara allt annars eðli sko þetta fyrirbæri auðvitað mun eftir standa að sem sagt markaður mun áfram fást við þá spurninguna hvernig á að verðleggja þetta sko, hvernig á að verðleggja tókenana sko sem, þú veist, Sol tókenið, Ethereum tókenið sko sem þú veist, það verður alltaf svolítið tricky, þú veist, það tricky að verðleggja innviðið að þessu tagi og það veltur náttúrulega á því hversu vel tekst til að vera með góð tokenomics og eitthvað veginn vera með þetta þannig að notkunin á innviðunum sé, þú veist, mjög aðgengileg, skilvirk, ódýr, gera það eitthvað en samt þannig að tokenholderanir sem eiga þá, skulum við segja, olíutunnunar þar að segja, þeir eiga bensínið fyrir til þess að hægt sé að keyra þessa innviði að þeir sem sagt, þeim séu þeir séu verðlaunaðir fyrir að kaupa og fjárfesta í þessum tókenum sko. Já. Og það er bara svolítið tricky sko en ég alveg, mér finnst hvernig uppsendingin á þessum helstu keðjum vera flott sko, sérstaklega með að þetta proof of stake sem ég held að sé miklu sniður og koncept fyrir eitthvað þannig að því að þú veist það bara hlýtur einfaldlega að vera að hafa eitthvað virði sko að sem sagt geta tekið þátt í því að hafa áhrif á keðjuna og tryggt öryggennar og svo framvegis. Þannig að, en þú veist, það er endalaust þetta og svo sem gert það talsast í þessu laðarpi. Já, en auðvitað verður eitthvað svona, ég veit ekki hvað ég segja, keppni og á milli þess að bálkakeðja hvað verður mest notað og auðvitað, þú veist,
oft verið sagt þetta Solana sé með því ódýrasta en minna gjöldin á Ethereum hafa samt alveg hrapað rosalega mikið. Já, þeir eru miklu lægri en samt miklu dýrari heldur en á Solana sko. Já. En þeir eru búin að hrapa alveg svaklega en þeir þurftu samt að myndi ég halda að lækkum svona 99% í viðbútt sko. Já. Allavega miklu meiri 90% til að ef þetta á að vera sko retail friendly keðja sko. En annars langar mig svolítið mikið að ræða sko að hérna þú veist, við erum á þessari vegferð við öll sem erum í þessu kryptósamfélagi og ég átti svo áhugavert samtal við mann daginn sem orðinn mjög djúpur í kryptó og það búið að vera svona dálítið áhugavert að fylgjast með hans vegferð. Hann var að klára fyrsta bólamarkaðin sinn en núna komin í hennan að taka fyrsta bjarnamarkaðin sinn og það er bara áhugavert að finna hvernig hann að upplifa þetta og svo, þú veist, hvernig maður sjálf var að upplifa þetta á sama tíma og hvernig við erum að upplifa þetta núna og pluss það að þetta aldrei alveg eins, skilur. Það alltaf einhverjir núansar sem breytast í þessu og það sem hann sagði sko, þú veist, og þetta er kannski spurning sem mér langar að velta yfir á þig að þú veist hann sagði sko eitt sem ég tek úr þessu sem svona af svona þess að neikvæð upplifun það rosa mikið price manipulation í gangi á þessu markaði og ég velti fyrir mér þú veist hægt eitthvað endalaust að vera til að mis hvernig að vera liquidata lið út sem í þessum hérna futures contract sem eru long og þú veist hlutir eins og gerð þennan 10. og svo dæmi þetta var það extreme scenario en þú veist og spurningin þessi sko þolir markaðurinn endalaust af þessum sársauka af því að þessi sársauki hann að búa til þáttakendur sem klukka sér alveg út úr kerfinu og ég bara sé það, skilur mig. Já. Og mér finnst það áhugaður spurning að fást við þetta, sko. Þú veist, þetta þitt teika á þessu. Ég veit ekki, þolir markaðun endalaust. Auðvitað missum við fólk út af markaðunum en á sama tíma bara svona adoptionið, einhvern veginn það mikið maður líka að fá en fólk en kannski eru að missa og mikið af svona retail inn á þessu en ég held að þú veist þetta þetta kannski hluti af vandanum með bara kryptó líka bara í heildsinni að kannski hefur græðkynni verið líka of mikil og frjálsræði verið of mikið því að þú veist það þetta fyllt, þú veist, þetta ekki bara manipulation, þetta þetta mikil manipulation en þú veist, inn á það kemur þetta allir markaðir sem eru meðan eru litlir þetta manipulera frekar og það ekki eins og við séum ekki að sjá sama þú veist, ég ætla ekki að segja að kryptó sé endilega eitthvað hérna skárra eða eitthvað svoleiðis en þetta ekki bara bundið við kryptó það punkturum minn í þessu sko, en auðvitað sem að það gerir þetta kannski stærra í kryptó hefur verið líka að þú getur 100 x-að lán á móti þegar þú ert að gíra þig að vera að gíra sér svo mikið upp meðan kannski hlutabréfamarkaðurinn með eitthvað þak á því hvað þú mátt vera að gíra þig sko. Og oft strángari kröfur sko gerðar til þáttagendurna sem að gíra sig þú hefur bara geta verið eitthvað 18 ára gutti sem veist ekki neitt sko og hérna setur $1,000 á bæna og svo komið $100,000 á stöðu og svo með 1,000,000 þannig einstaklinga í heiminum sem eru búin að búa til einhvern bara gríðarlega leverage stöðu sko. Þetta bara svo erfitt einhvern veginn að meta þú veist við viljum þetta hafa markaðin þannig allir getur farið til að auðvelda inn á markaðin það sé ekki svona eins og með hlutabréfamarkaðin í Bandaríkjunum þú getur alltaf keypt hlutabréf nema þú veist að vera eiga þetta mikinn pening þá getur við náða ákveðin tengingum þó að getur svo sem allir en svona ég held nú í Bandaríkjum sé nú samt þáttakalmin en ég skil hvað það fara en jú, ég meina ég þetta búið að vera súper aðgengilegu markaður ég hef oft hugsað þetta og ég hugsaði þetta svo sem ekki bara þú veist núna þessi 10.10 svakalegur og hann 5. febrúar en líka bara Terra Luna Celsius 2022 þetta
sérmar á eftir fólki sem fær alveg nóg en ég held samt að fólk sé að fara á ýmsum ástæðum það er þetta bara líka að segja að því að við fengum ekki Alcon-season og Minkon eru ekki eins spennandi og menn eru farin að fara á bólimarkaði í staðinn og það er náttúrulega áhört að nefnir Minkon í þessu samvíki vegna þess að í þeim sektor það var einfallega það mikið manipulation bara það ógeðslegir hlutir umverulega í gangi og það sem gerist bara þá er að þú veist, þar var þetta svo gengdarlaust að þú hreinlega bara eyðilaðir allt meme-coin economyið sko. Skilur mig, það er bara ekki lengur til og þú getur alveg sagt að ég er enda bara fegin að vera lausa því að það var ekki heilbritt element fyrir markaðan, ok, gott og vel en hvernig það fór út sko, þú veist bottomline er það þolir engin þú veist, það voru þetta bara aðilar sem komu með þess fleiri, sömu aðilegt en að koma fleiri í einu verkefni, Libra argentínska verkefnið og ekki Libra Facebook og gott að var ekki fullt af fleiri sem að þeir eru bara þetta svo kallar rug pools maður þekkti það orðið ekki fyrir en maður kom inn í kryptó sko. Og náttúrulega líka verður að benda það að munurinn á þessu tvennu er að þú veist, það er augljóslega ekkert substance eða value proposition sem memecoin hafa sko, skiluru, þú veist, ólíkt Solana, Bitcoin þessum helstu kryptóeignum sko, að auðvitað skilji það að það er alveg málefnilegt finnst mér að markaðurinn hafi matalist, sett varanlega matalist fyrir eitthvað mjög sko lítinn hluta af kökunni eins og til dæmis bara Dogecoin eða eitthvað svoleiðis, ég get alveg sé fyrir mér heim ég sé líka alveg eins fyrir mér heim sem það er ekki en ég get alveg sé fyrir mér heim eftir 20 ára Dogecoin hefur ennþá eitthvað value sko skiluru bara sem eitthvað svona OG memecoin concept sko en að búa til heilt hagkerfi sem er að velta einhverjum sko tugum ef ekki $100 miljardar á hverjum einasta degi sko eins og það var orðið þessi memecoin geði ekki, það er aldrei sustainable sko en það reynum að segja sem við sem flestar sem eru svona rétt að koma inn á hana marka það er bara að þú veist ég mæli með því að þú sért ekki að gíra þig einhvern veginn og long short og eitthvað svo leiðist og þú sért og í dag er ég miklu íhaldssamari líka sko að þú veist það sé bara best að vera bara í þessum topp 10 myndum einhvern veginn og ég vil bara topp 5 og ef þú vilt Bitcoin ef þú vilt fara eitthvað annað þú veist og býtu þá samt tíð svona aðeins eftir hvert markaðurinn er að fara þetta eru eitthvað sem að geta svona render og BitTensor og eitthvað svona sem tengist AI sem geta alveg sem að geta mjög líklega að fara að gera eitthvað en svona býtur líka svolítið eftir því að þú sér því hvað átt markaðurinn að fara Já og sko það sem ég er búin að vera að hugsi yfir að því að hann var hann er búin að liggja yfir alls konar svona technical analysis módelum og er mjög viss að við erum meiri sársauka inni við erum að fara neðar og maður sér það pínu, ég menn eins og bara þú veist við fórum í 74 áðan við erum ekki búin að taka frammeldi að við erum að taka upp, hún er eiginlega miðnætti þú komst bara heim hérna klukkan 8 í kvöldi eða eitthvað. Já, ég var komin heim sko 9:30. Það sko, já, við fórum í 74 eða eitthvað áðan og maður sér bara sem einkenni svona bjarnamarka er að einhvern öll rally eru seld niður að þú veist að svona myndast eitthvað smá von og það sem er að gerast rosa mikið svona rally með það er alltaf einhverjir sem fara þá long í leverage sko og þeir eru alltaf kliftir út og svona var síðast í bjarnamarkaður og alveg eins og með þegar það er sannlega bólamarkaður í gangi þá eru öll sko dropp sem búa til svaka hræðslu tímabundi þau eru alltaf keypt upp eiginlega bara strax sko og þú veist og ég verið að kynna mér aðeins þessi sömu mótil og hann er að horfa mikið á og þú veist mér finnst það alveg svona mjög
reasonable að halda að við getum verið að fara undir 50.000 og jafnvel niður í svona low 40s sem myndir rýma hlutvarslega við lækkanir fyrir bjarnamarkaða auðvitað heldur maður í mannla eins og rauði þrárin okkar alltaf auðvitað er vonlust að segja til þetta og maður heldur í vonin að botnin daginn við hann að 59,8 hafi verið botnin en ég samt einhver veginn svona, það læðist einhver svona tilfinning að mér að þessi bear market, þessi bjarnamarkaður hann verði einhver veginn hann eigi á hætt að verða alveg ekstra dark og þungur og ástæðan fyrir því ég held að ástæðan fyrir þessi gött feeling að síga að mér sko eða hérna sækja á mig að ef við skoðum bara sem dæmi síðasta bjarnamarkað 2022 og þá keftust þeir margir svona Fiat menninir lærðir menn svona partur af hérna boomer kynslóðinni eins og hérna þú nú og berja sér á brjóst og hérna segja Bitcoin dött og það var svo auðvelt að vera kókraustur sem sko kryptómaður að bara herðu nei þú veist þeir eru bara ekkert að fatta þessa tækni og ég meina við eigum einhverja hérna úrklippu af hérna Rammint að syngja sitt síðasta sem hann forsíðufrétti á Viðskiptablaðinu 2022 og þetta hafði voða lítil áhrif á mann sko, þú veist, það var bara að vera sparki líkjandi manni, maður hugsaði nei, þetta á allt eftir að koma tilbaka og hérna konseptið algjörlega sound en núna og þá fer ég aftur á þessi rætti hérna, ég man ekki fyrir 2 þáttum eða svo þessi hlutir Björn sem að gerast í gervigreind ég var að horfa á vídeo núna í vikunni sem einhvern veginn fær mig til að trúa því að það séu bara mjög raunhæfar líkur á því að heimurinn sem við búum í verði hreinlega óþekkjanlegur mögulega eftir ekki lengri tíma en 10 ár að það sé sér raunhæft scenario, raunhæf atburðarás að þetta gerist og sem sýnir það sko að hérna efasemdamenn sem eru stöðugt búin að vera að segja nú þetta exponential þessi vöxtur í hérna þessi þróun í veldisvexti trendi að fara að brotna og við erum að fara að sjá eitthvað þak á þessari framþróun í gervigreind þeir eru búin að hafa rámt fyrir sér núna ítrekkað í 7 ár og það sem er búin að gerast þegar framþróun í gervigreind hefur verið að tvöfaldast á cirka 7 mánuðum en á síðustu 2 árum þá er þetta búið að minnka úr 7 mánuðum í 4 mánuði. En hvernig tengjur þetta við svona einhverja svona svarsinnis pælingu með krypto? Ég skal segja hvernig ég tengi við það, já. Áður en heldur áfram, mér langar þú veist á eftir, mér langar aðeins að fara í þetta sem fórst í fyrst á eftir. Já. Þetta með þú veist hvert markarinn að fara og hvort að botnin náð og það allt saman. En ég nefnilega með ákveðið teik á þetta þannig að mér langar aðeins að heyra að fyrst ég skal reyna að hafa það stutt sko og árin ég segja það þá ætlum ég að segja ég enn sko hvergi bankinn og hérna double down alveg 100% af veðmálum mitt að stafræn sjaldgæfni dreifstýr stafræn sjaldgæfni sem Bitcoin sem færanleg og geymanleg fyrir manneskjur og ekki manneskjur verði áfram mjög gott veðmál og hlýtur einfallega að gegna lykilhlutverki í framtíðinni af því að saman hversu öflug gerðingandi verður hún getur aldrei fjölfalda Bitcoin og sömulegis sé þess að AI agenta og ég held að árið 2006 og 2007 verði svona the age of the AI agents að þeir muni einfallega ekki geta operatað með skilvirkum hætti á legacy kerfinu legacy fjármögnun, þeir hljóti að fara í bankakerfinar ok, þannig ég algjörlega með þetta en ástæðan fyrir ég held að þetta verði líklega dark og þungur bjarnamarkaður að ólíkt 2002, ólíkt 2018 þegar krypto svo liggjandi maður sem andstæðingar voru að keppast við að sparka í þá ertu samt að fá athygli þú ert að fá athygli, þú ert að fá tækifæri til að geta útskýrt af hverju þú ert enn relevant og af hverju þetta eðlilegt og svo framvegis
en þegar það bara, býtu nú við, ok, krypto eitthvað að lækka, Bitcoin eitthvað að lækka, þú veist, konceptið alveg cool, finnst mörgum og öðrum ekki, bottomline bara, við nennum ekkert að vera að pæla í því að því það eru svo miklu svakalegri og miklu meira spennandi hlutir að gerast á sviði gervigreindar já. Og ég er ekki að sjá það breytast á næstu 6 mánuðum. Nei, sko, já, þetta er áhugaður punktur. Ég var kannski með svona aðeins, ég held að vera að fara kannski eitthvað annað með þetta, en ég held að mörguleiti, ef við gefum okkur það sem er orðið frekar augljóst, það sé bara full-blown bjarnamarkaður, þá mynd óháð því sem er að gerast í gervigreind, þá erum við mjög líklega að fara að sjá bjarnamarkan vera svolítið lengi áfram með nokkra mánuði allavega og jafnvel eins og þú segir fara niður. Það getur svo vel verið að gervigreindin hafi þessi áhrif og ég veit ekki, þú veist, kannski af því að, eins og þú segir, fókusin fer svolítið þangað, kannski af því að þarna þú veist, mikið af svona tæknifyrirtæki sem að svolítið þarna krypto hefur við fylgni með þegar að fara niður en svo er alveg einhver svona pæling að þú veist að tala bara, þú veist þarna þetta sound money sem Bitcoin er þarna, sem er bara þarna verður aldrei meir en 21 miljón. Ég meina, það er ekki alveg að þetta fara rök fyrir því að þú veist, nú eru þeir sem að þú veist, eru hræddir sárandi gervigreindina og þróun allra fyrirtækja. Ég meina, fullt af þessum fyrirtækju veit ekkit hvað þau verða eftir nokkur ár, verða þeir til, geta þær aðlagast, kemur eitthvað nýtt, verður þetta bara Nonni og Siggi með Mac Mini heima hjá sér bara að gera sama og stórfyrirtækin er að gera og enginn er að kaupa neina vörur og svo framvegis sko. Þá getur maður líka sagt, ok, þegar peningur fer út af einhverju markaði, þegar að vera að selja endalaust, þá leitar hann einhvert annað. Og maður má velta fyrir sér, meina er ekki hægt að sjá þann heim, ég veit að það er ekki ákvæmt núna endilega, að staðurinn sem að þú leitar mögulega í er Bitcoin. Það er erfiðar að segja með eitthvað Solana í Ethereum og eitthvað svona, sko. Ég tek absolutt undir þetta, absolutt, af því eins og nefnir, það sem gervigreind er að búa til, hún er að búa til svo gríðarlega óvissu. Já. Hvaða fyrirtæki er að fara að lifa á næstu 5 ár? Hvaða störf er að fara að lifa á næstu 5 ár? Hvernig verður heimurinn yfir höfuð til eftir 10 ár og maður veit eitthvað inn í þessu ok, ég veit ekki hvað gengi á Bitcoin verður eftir 5 ár, ég veit ekki hvað gengi á Bitcoin verður eftir 10 ár ég veit að Bitcoin verður til og það verður fundamentally alveg eins og það er í dag og það verður dreifstýrt og það verður stafrænt og það verður til í bara 21 miljón og ég segi, þú veist, fyrir mér er það bara, þú veist, það hlýtur að vera no-brainer að veðja á þetta og ok, en þú veist það sem ég vil bara búa bæði sjálfum undir og aðra er að mér finnst það alls ekkert óhugsandi að til dæmis bara á þessu ári, jafnvel bara á næstu mánuðum þá gætu verið að sjá enn meiri lækkun á Bitcoin og það sem mér myndi finnast eitthvað erfiðast er að þá væri maður alveg bara svona eitthvað veginn óskandi og vonast eftir því að einhverju fær að veita markaðnum athygli og keppast við að segja Bitcoin er dautt og bólan sprungin og allt þetta en ég er hræddur að það verði ekki einu sinni gert það verði bara engin athygli veitt, athygli verði annars staðar. Já, ég meina þú veist, þetta er þetta, ég held þetta sé sérstaklega erfitt fyrir okkur sem að erum að tala um Bitcoin, erum í krypto út frá þess að við talaðum minna áður, minna gull rauk upp en Bitcoin fór niður og þá er svolítið erfitt að tala um þetta að þetta sé stóra value og allt það sko og við gátum þá allan að fundi þessar sökudölgar sem vorum að tala um daginn við 2022 en í dag eru bara jákvæða fréttir og þú veist, ég var að sjá bara áðan bara
og það ekkit bara bundið við Solana, þó ég séð út frá Solana að voljúmi á í febrúar á stöðleikamyndum á Solana til dæmis var 3 meirinn í desember og 40% meirinn í janúar og þetta við erum að sjá þetta líka á Ethereum, við erum að sjá þetta á Tron, við erum að sjá þetta út allt einhvern veginn sko. Þannig að það erfitt að sjá og ég hugsaði það rifjaðist upp fyrir mér sem einhver sagði sko, að þegar Amazon var á þeim stað, og ég vitna oft í Amazonið þegar Amazon var á þeim stað að allir voru að segja Amazon dött að þeir eru búin að eyða alltaf mikla penningu verða aldrei, mun aldrei verið að fá okkur tekjur þá sagði Jeff Bezos að það var bara verðið að lækka á hlutabrjónum en fyrirtæki var að selja meira það bara byrtist ekki í verðinu og þeir skilu aldrei hagnaði hann endar að skipti sjálfur sér eigin hlutabrjóð þegar hann vissi hvað var að vera að gerast það er kannski, það er svolítið það sem við erum að sjá svolítið, við erum að sjá bara endalaust vöxt í notkun á bálkakeðjum en það verði fyrir niður en tölum samt aðeins verði, mér langar að koma inn á það sem komst inn á fyrst sko. Mér langar svolítið ef ég má byrja á þessu ef við miðum við 4 ára hringrásina þá er það svolítið þannig að við ættum ekki vera búin að fá botnin þó að við stundu sagt að við fengum heldur ekki það mikið blow off top þannig að mögulega botnin ekkit endilega 40 og eitthvað slegis hann gæti alveg verið þessi bot sem var því miður ég svolítið sammálaður að ég hræddur að það eftir að fara meira niður og það sem svo erfitt í þessu því að ég sagði fyrir einhverju viku síðan og það það sem maður sér allan á augnablikinu núna að ef við miðum bara við fyrir 4 ára síðan sko, þá fórum við mikið niður en við fórum síðan svolítið hægfara upp í mars-apríl og svo fórum við aftur niður sumarið og haustið. Við gætum séð það aftur vera að gerast akkurat núna og það sem líka plata mann svolítið í þessu að ef þú skoðar bara bjarnamarkaði krypto bara í gegnum tíðina og fókus bara á Bitcoin þá eru miklu fleiri grænir dagar en rauðir dagar. Já, í bjarnamarkaði. Já, einmitt. Nema þeir eru bara hægfara og færist hægt upp svo koma rauðir dagar og keyra niður. Og droppa og eðilegja 10 græna dagir og þú veist og ég svolítið, þú veist þó maður vilji oft trúa og við trúðum svolítið svona að this time is different þá verðist bara sálfræðin vera svolítið þannig að við bara eldum sögun einhvern veginn sko þannig að þú veist og minna markar í heilsinni á þessum tímum sem eru kostningar midterms kostningar svo eru niður í heilsinni svo erum við að horfa á stríð í Íran og bara svona ágætis ég haldi bara áfram ágætis svona samlíking við það í dag held ég ég held að segja í dag fyrir akkurat 6 árum síðan þá fór Bitcoin hrundið niður í $3,800 þegar COVID fyrsta bylgja þegar Trump kom og sagði hvað blessi Bandaríkin eitthvað, þú veist það state of emergency en þú veist, ef við hugsa það þannig ég held að segja eitthvað samt við AI dæmi líka þetta sem fara rauk fyrir þessu þetta samt þannig að þessi dagur samt 6 vikum eftir að veiran fannst þannig að markaðurinn hefur tilneyingu til að trúa ekki slæmu hlutunum sem að gerast og það seinkar lækkununum þannig að við gætum séð þú veist að áhrifin bara af Íranstríðinu fyrir utan eitthvað svona 4 ára hringrás og svoleiðis eftir að koma meir inn, þú veist, menn eru ennþá að segja að þetta fyrir að klárast, Trump eru þetta alltaf að segja að þetta vera búið, eru löngum búin að vinna þetta og allt þetta og þeir ekki meinnir einn hér og svo framvegis sko ég svolítið hrættur að við bara það eitt eftir að steyra markaði niður og mér og þú veist, menn hafa sagt mögulega nýjan botn í apríl þá já, mér og þú veist, ef menn hafa sagt sko, ef að olía fer í $150
hún fór nú upp í 120 og datt reyndar aftur niður í 70. Já, hún í 80 okkur núna. Já, Talandi samt eitthvað svona manipulation. Já. Þú veist, þetta svona risa market cap olíunni, sko. Og, þú veist, ruglið sem að var að sjá, sko, bara, þú veist, triljónar af dollurum sem voru að sveifla, sko, á bara einhverjum klukkutímum, sko, var bara út í hött, sko. Já, ég meina, þú veist, já, ég heyrði eitthvað segja, sko, ef við fyrir $150 þá bara kreppa og ég man ekki hvert $10 hvað það var, hvort að hvað það hækkaði mikið verðbólgu, þannig að þú veist, minna, Trump, ég ætla ekki að segja, ég skilja hann ekki, þú veist, hann var að tvíta núna bara eitthvað, Jeremy Powell, þú verður að lækka vexti, ég veit ekki hvernig Jeremy Powell að fara að lækka vexti núna. Nei, einmitt. Þannig að þú veist, en ég veit ekki, en svo alltaf þessi spurning, sko, getur verið að við hækkum eitthvað meira áður við fyrir að taka alvöru dropp, ég veit ekki, ég meira inn á þessu sem þú ert að segja, að við ættum að fara meira niður. Það væri þetta alveg klassíst Bitcoin og klassíst kryptó að taka svona relief rally, alveg svolítið svona, alveg nálægt 80k eða eitthvað svoleiðis, og svona býr til vonina í markaðnum. Ég bara, þú veist, maður hefur séð þetta svo oft og maður fettur alltaf sjálfur fyrir þessu líka, sko, það alveg saman hversu mikið maður býr sér undir þetta og svo kemur bara búm, niður aftur og nýr bótt og maður bara eitthvað einn og það hefur eitthvað sögulega verið þannig að það ekki fyrir bara allt confidence farið hjá öllum, bara gjörsamlega öllum, sér hörðustu mönnunum bara, þú veist, þeir bara segja bara ég veit ekkert hvað raunverulegt lengur, að þá í gegnum söguna það hefur verið botn. Þú veist, þannig var hann 2020, ég maður bara þegar þetta var 15 og 5, þá var þetta bara orðið þannig að bara, þú veist, það var alveg sama hversu mikil nagli þú varst. Þú veist, ég var að tala með menn sem voru búin að vera í svo lengi og þeir sögðu bara, þú veist, menn sem voru búin að vera bara þetta aldrei að fröndi 30k og ég finn ok, dippar eitthvað undir það en þú veist, svo fór þetta aftur yfir það bara ok, það dippaði yfir en og svo menn að segja bara ok, 20k fellur það aldrei, bara ekki séðan skilur. Svo þegar það féll út og fór hana, þú veist, og var bara ekki að hætta að lækka, þá voru þeir menn fann að segja bara þú veist, ég geti trúið því að þetta sé að fara undir 5.000 eða eitthvað svoleiðis, skilur, þú veist, að því þá bara ertu komið með einhverja tölu að svipa eins og þú veist, það kæmi nýr botn núna og við varum farin að tala bara, já, þú veist, ég sé þetta alveg geta farið bara undir 10.000 eða eitthvað svoleiðis, þú veist, það er svona sögulega hefur þetta leitað í bara max pain, max fear með þessi hörðusmönnum. Ég veit að ekki gaman að hlusta á þetta fyrir fólk sem sérstaklega koma nýtt inn í þetta og það þarf ekkert að vera að þetta verða aftur svona en ég bara að segja, þú veist, þessi bjarnamarkaður þetta í krypto, þetta ekkert grín og þetta ekki þannig að það sé auðvelt fyrir mig og þig að fara í gænum þetta heldur, sko. Nei. Þetta bara brutal stöf og það engum greiði gerður að vera eitthvað sigurhúða. En svo þetta einhvern veginn þannig á sama tíma, ég segi bara, sko, ok, þó að þetta fari niður í 45, þeir sem að keyptu í 60-65 tóku bara góða ákvörðun og keyptu á frábæru verði og hérna, en þú veist ég samt held að, þú veist, þó ég sjáu töluna 84.000 dollar á Bitcoin, þá trúi ég samt ennþá að það geti farið aftur niður fyrir 60 og já, þú erum að tala með ef að kemur rally núna upp í 84 já. Að þá sér okkur geta samt en ef ég sé að fara undir 50 þá bara hérna þá tæmi ég baukið minn og kaupi, það bara, þú veist, endanum þetta bara þannig, þetta bara spurning hvað markarinn lengi, þetta bara spurning hvað hann fyrir langt niður, en þú veist, loka ásins, byrjun næsta árs, þá erum við samt farin að stað aftur og við munum fara yfir þetta 100 aftur og það verður ekkert endilega langt yfir fyrir mig 200. En því miður held ég að fullt af fólki sem að bíða til meiri lækkun til að kaupa þorir sér ekki að kaupa það alltaf þannig það alltaf þannig að hérna þú veist, blessavertu ég bara, þú veist ótrúlega satt það enn nokkrir sem að hafa sambandið með núna og spyrja spurningi eins og hvernig virkar að kaupa á myndkaupum með eitthvað sem ég svona eiginlega gef mér að fólk veit hvernig það virkar, sko. En þá að segja, já, einmitt, það flott, ég líklegur að fara að kaupa núna þegar förum að botna, sko. Og þetta fólk sagði þetta líka 2002, sko. Og þetta fólk ekkert að fara að kaupa, sko. Núna, skilur. Og þetta mun svo
koma hérna 2032 skilur þegar það er þú veist, fara undir 500 $500 skilur í ykkur, þú veist, fattar þetta er, en ok sko, af því að þú er náttúrulega gaman að samsvarskenningum Já. Og það er ein kenning sem mér finnst ágætlega áhugaverð og ég teka fram að ég trúi henni ekki en réttar að sagt kannski bara ég verður ekki mynda með neina skoðun á henni og ég vil bara spyrja þig hvort þú hafir orðið var við þessa kenningu og ef svo hvað finnst þetta kenningin sem þessi að aðalhvati Bandaríkjanna og þá aðalhvati Trump sérstaklega að innrásinni í Íran sé að auka stöðu Bandaríkjanna í Bitcoin mining og til að þetta sé nógu gott flavor í þessu að auka sérstaklega stöðu fyrirtækisins American Bitcoin sem Trump fjölskyldan á sem í kryptomining að því að staðreyndin svo sem óumdeilanleg að Írani voru að mæna Bitcoin á $1,300 stykkið vegna þess að þeir voru að, ég veit ekki, nota einhverja afgangsraforku eða hvað ríki var bara að segja þú veist sem sagt, ríki var að mæna Bitcoin kostaði ekki neitt $1,300 bara eitthvað mesta margin í öllum heiminum að mæna Bitcoin og svo voru þeir að nota þetta til að fara fram hjá þvingunarlistum sanctions og þá gætur komið með sko ef þeir munu þurfa að svara eitthvað fyrir spurningar þessu tagi þá geta þeir sagt til dæmis að það veri málilegt að jú það var alltaf ótækt að það var komin einhver multi-billion dollar economy sem var að fara fram hjá sanctions og við þurftum að díla við það en raunveruleg mótiðin sé bara Trump að skara elda ein köku og hann ætli sér ekkert að hætta fyrir en það bara búið að jafna það við jörðu að Íranir geti mæna nokkuð einasta Bitcoin. Hefur heyrt þetta? Sko, ég hef ekki heyrt þetta. Nei. Að því þú sagðir ég gaman að samsæðiskenningu, þá ætla ég nú samt að leiða mér að svona að finnast þetta áhugavert, sko, og ég ætla ekki að segja bara að þetta algjörlega út í hött, samt sem áður, þetta sé eina ástæðan fyrir að Trump gerir þetta. Sé aðalhvatinn. Þú veist, ég segi bara svona svipað með Venezuela og umræðinu Grænland og svo með Venezuela það eftir með kryptovinki líka sko. Já, ég veit og þess að segja sko, ég held að rare earth með þyril og olía sé rosa stór hvati en það er samt áhugavert, við tölum það áður en þið fóru inn í Íran áður en réðast á Íran og áður en réðast náði hérna Maduro þá rættum við að það væri kannski svona ýmislegt sem gæti alveg bendið þess að þeir væri að reyna að ná sem mestu Bitcoin í gegnum einhverja aðra leiðir heldur en að kaupa það og við rættum það þegar við rættum í hérna Kambódíu hérna dæmið það sem þeir náðu glæpasamtökunum og þá nefndum við þeim þætti að þetta væri kannski leiðin sem að þeir væri að fara til að ná var hugaverð leið og að því leiturum til þú held ég að það sé gæti alveg verið áhrifaþáttur og þú veist og hann mun alltaf hugsa svolítið um sinna eigin business einhvers staðar hvort hann fari heilt stríð bara út frá eigin business en áhugavertu skulle segja þetta því ég opna að sjá frétt þar sem dómsmálaráðuneyti farið að rannsaka Binance hvort að þeir hafi hjálpað Írunum að komast undan hvað heitir þetta, sanctions þvingunarlistum Binance reyndar búin að svara þessu og segja þetta sé algjörlega út í hött og þeir fari bara eftir lögum frá Bandaríkjunum sko en þú veist ég var ekki búin að heyra það sem þú sagðir þó ég var búin að sjá þessar ég með hana fyrir framann með þessa Binance frétt sko Já sko það sem kannski svolítið áhvert við þetta að það sem svona skapar þessari kenningu svona ákveðna sérstöð að það verður bæðið svolítið vonlaust að sanna eða afsanna hana en ég held að þetta alltaf staðreind að sko segjum að það hafi verið algjör 50-50 ákvörðun hernaðarlega og stjórnmálulega
gefum okkur það sem ég veit náttúrulega ekkert skilur en ef við bara segjum að svo staða komi upp þá sett með eitthvað svona algjörlega 50-50 ákvörðun út frá pólitískum sjónarmiðum, út frá hernaðarlegum sjónarmiðum og getur brugðið til beggja vona og svo hugsaður ok, ef ég fer í þetta stríð sem málefnulegt út frá bara pólitískum forsendum og hernaðarlegum forsendum að þá eru fyrirtæki í minni eigu að fara að hagnast verulega og ef ég gera ekki þá eru Íranir að fara að mæna Bitcoin hérna á $1,300 stykki og það er bara 1 milljón eftir að mæna sko. Ég bara að segja að og með mann eins og Trump skilurðu, þá þú veist það má telja honum ýmislegt til tekna sko, en það verður ég mun seint gefa honum kredit fyrir að segja að þetta sé maður sem ég gefi kredit fyrir að taka eitthvað svona conflict of interest sjónarmið mjög alvarlega. Og það er þetta eitt í þessu líka, þú veist að því að það hefur alveg verið ákveðin málefni og fókus sem hann hefur verið með og hann hefur verið að glíma við endalaust af vandamálum í Bandaríkjunum og hann er að reyna að byggja upp hagkerfi í Bandaríkjunum og gagnrýna eyðslu og svo framvegis. Sko, hvort sem við erum að tala um Venezuela og sérstaklega Íran, þú veist, hvað kemur þetta málefnum Bandaríkjanna og Trumps hans málefnu við og svolítið ólíkt honum sko, og hann er aldrei farið í stríða. Nei, einmitt, þetta er alveg svolítið sérstakt en ég menn ok, það þú veist, við þurfum nokkur að þætti ef við ætlum að fara í þetta sko, veistu hvað Íran á mikið þú veist, ég veit að mæna mikið sko, en það er mikið, nei, ég veit það ekki Ertu að spyrja bara Já, bara spyrja því, þú veist, það hefur aldrei komið fram eftir í Venezuela dæmi þessi Það er verið líka mókað í alveg frekar jafnóðum út, sko, til að borga fyrir vopn og eitthvað annað, sko Þannig að, þú veist, það er ekki endilega að marka hvað er eiga, sko En mér finnst það bara áhvert Ég trúi þessu ef þeir fara inn í Kazakstan næst Já, þá er eitthvað blöð með að fletta, sko En þú veist, þetta er samt alveg svona bara með svona volatile gaur við stjórnvölinn sko, þú veist, maður hefur treyst honum hingað til alveg mjög vel til að eitthvað veginn stuðla heimsfriði sko, en nú maður svona pínur svona, ok, mikið innilega vona að þetta stríði eitthvað veginn eskalerist ekki sko, og að það kom ekki eitthvað narratíf á það að þetta sé eitthvað veginn hagnaðadrif út frá hans persónulegum hagsmunum sko, það er nú ekkit orðið hann í fjölmiðlum ennþá og ég þykist nú vita að mainstream fjölmiðlar vitandi það að þeim líka nú ekkit alltaf vel við Trump sko, þeir væru fljótir að keyra þetta upp eða væri eitthvað mikið til í þessu sko, þannig að mér finnst það áhvert að nefna þetta en sko já, ok, þannig að þá er svona mér fannst þessi umfjöllun að því að þú veist eins og ég hef sagt áður sko, ég held að sérstaklega á þegar maður er að gangi gennum svona bjarnamarkað þar sem veist, það er ekki beinlínis eins og við höfum ekki undan því að velja bara hvaða fréttir við eigum að tala eins og vill oft vera þegar það er bólamarkaður og allt er í gangi sko, að þá held ég að sé oft kannski mest varið í það að maður sé að svona deila bara nákvæmlega leggja spilin algjörlega á borðið hvernig maður er að hugsa hlutina sko og við hverju maður býst og svo framvegis en hvað segir þú? Hvað er svona meira sem þig langar að? Sko, mér finnst það svolítið áhugavert bara, veit ekki hversu áhugavert það er sko að já, þú veist, tvennt kannski, þú veist, mér langar samt að nefna bara því vorum að ræða þegar þú varst að tala um payment áður, þú sagðir bara hvað, þú veist, bálkakeðjan hefði mikið fram að færa, þú veist, versus það sem við verðum að nota í dag. Já, bara ég sé bara aldrei eiga agenta fyrir mér nota aðra innviða en bálkakeðjuna. Eina sem ég gæti sé fyrir mér finnst það samt ekki mega sens. Persónulega finnst mér ekki mega sens. Ég veit menn sem trúa því að það gæti orðið þannig. Það er að gerðinni bara búið sjálf til sína eigin innviði, sko. Já. En mér finnst það ekki mega. Og ég sammála, ég var bara að hugsa það er svo margt bara, þú veist, að því mér finnst þetta tengjast sko, sem ég var að hlusta á viðtal áðan rétt fyrir þáttinn við starfsmann hjá svo kallar X-Docs sem er með hlutabréf á bálkakeðjunni Solana
Ethereum, Tron og fleiri og mikið á Kraken ég held að segja Robinhood jafnvel líka sko reyndar, þú veist, menn hafa verið að gagnrýna þetta fyrir það að vera ekki beint hlutabréf að því þetta treytar með hlutabréfum en þetta ekki lögleg hlutabréf þó þau séu bökkuð upp á hlutabréfum. Já, þetta eru ekki hlutabréf í formlegum skilningi sko. Nei, en þú ert ekki meira eins og stöðuleikamynt. Þetta bara það. Já. Þetta umverulega þegar þú átt stöðuleikamynt ef ég á USDC þá á ég ekki bandarískan lögeyri. Já. Ég á ekki bandaríkjadólar. Ég á mynt sem endurspeglar algjörlega virði bandaríkjadólarsins og ég get innleist það yfir alvöru bandaríkjadólar lögeyrin. Ég veit ekki hvort þú getur innleist það með sama hætti í tilviki þessara X-stock sko. En konceptið eins og þú segir. Konceptið basically eins og stöðuleika mynd. Já, en svo ég að tala þetta sérstaklega út frá því að Nasdaq var að semja við Kraken og X-stocks að rauninni koma með þessi hlutabréf lögleg á bálkakeðuna og setja rauninni öll hlutabréf líka á bálkakeðuna. Þannig að þú munir vera sannarlega að kaupa hlutabréf með beinum hætti og gera með þessari tækni. Og það sem mér fannst svo áhugavert við þessu viðtali, hann var að tala hvað það hefði kosti fram yfir það sem við verðum að nota í dag. Hann sagði í dag til dæmis að þá er það mikið flækjustig að fara frá einni kaupull yfir annað með hlutabréfið þín á meðan sko með þessari bálkakeðjutækni þá er ekkert mál að fara frá Krakenni, Robinhood, þú veist, yfir á DEX og svo framvegis og svo sagði hann líka að þú veist að það mun vera með auðveldara og bara ekkert mál að rauninni taka lán staðan fyrir að selja hlutabréfið þegar ég vantar pening, taka lán út af hlutabréfin eins og við verðum að tala með Bitcoin og svo framvegis sem hefur ekki verið mögulegt í þessu venjulega allavega ekki svo auðveldlega þú verður þá allavega að finna einhvern sem getur gert það. Þannig getur þú gert það bara í DeFi á kaupull eða á DEX eða eitthvað svo leið sko. Já, það verður potið miklu auðveldra en það er náttúrulega mjög algengt að fólk sé að taka lán með veð í hlutabréfum. Já, en það verður miklu flóknara ferli. Þannig getur þú bara með one click, þú ert ekki að vera að hringja og reyna að hafa samband við einhverja til þess að geta gert það sko. Þannig að þú veist hann var bara að tala svona og þú veist og það svo þetta sem hann vildi meina hann er ekki hlutlaus að bara trading volume á þessu svokallum L1 bálkakeðjum Solana, Ethereum og svo framvegis áttur að margfaldast, kannski ekki mjög hratt á hverja næstu mánuðum. Og eru þeir aðalega að keyra þetta á Solana, þetta veistu? Þetta koncept? Nei, þetta er þetta bara á Ethereum og Solana og mann skipta svolítið á sko mér finnst svolítið erfitt að sjá, þú veist, hvað mun hafa vinningin. Mér að, þú veist, ef þú hlusta bara á það sem kannski svona meira þetta TradFi fólk hefur verið að tala þá er talað að öryggi sem mest á Ethereum aldrei farið niður og allt það, sko. En svo eru aðrir nútir sem að segja Solana mun hafa vinningin. Ég hallast kannski frekar á að Ethereum sé enn sem komið sterkara því þeim treyst allan af þessu stærri aðilum á meðan Solana sé kannski sterkari í þessu payments sem vorum að tala áðan sko. Og mér sér það bara með BlackRock þeir eru ekki ennþá komið Solana kaupallasjóð þeir voru í gær að lánsa fyrsta Ethereum staking sem er 80% verið steikað út af þessum 48 daga tíma sem held ég að sé 40 það er svakalega tími ég held að það sé 48 daga þannig að þeir eru með 80% steikað þeir gerir þetta þannig og það er kannski skýringin að þetta tók lang tíma þegar þeir þurft að finna leiðina þannig að þú veist, þú færið þetta ekki fullt gild út frá því að þú myndir steika þetta sjálfur en miklu einfaldara þannig að þú veist já, ég veit það ekki. Ég held að við bara eftir að sjá það. Það hefur verið meira transaksjón á Solana, X-stocks einhvern veginn. Ég held að sé bara ekki álega að marka því að þú veist, þetta er alveg sem stöðuleika myndirnar. Það er miklu meira, Solana fór yfir í transaksjón volume versus Ethereum daginn. En þú veist, ef við skoðar bara total value lock, hversu mikið af stöðuleika myndir er á þessum keðjum, þá hefur Ethereum vinningin. Þannig að stundum finnst mér þetta sko að vera svona
þú hefur sagt að ég væri Solana maður eins og ég væri hérna í podcastinu þá bara að tala fyrir Solana og ég myndi bara þá tala transaction volume en ekki total value lock. Mér stundum það vera svona þegar ég að fylgjast með einhverjum svona sérfræðingum þá eiga til að bara tala bara þá tölfræði þú hlustar á hann Tom Lee og hann talar tölfræðin út frá Ethereum svo talar við Scaramucci eða einhvern annan og hann talar hína tölfræðin hann ekki að segja þetta væri betra en þá er þið bara með sikkur og töluðar og þeir fara allir á kottan með það að segja sko ég laug ekki neitt ég sagði bara satt en gallin að þú varst samt ekki heiðalegur í framsendingunni sko og ég meina þú veist það er bara fullt að gerast hjá þú veist, ég held að Vitalik sé að fatta rauninni hvað hann þarf að fókusa á. Hann fatta það reynda 5 árum setna heldur en almenn kryptonótandi að þurfti að hugsa hraða og skeila og svo framvegis, sko. Ég sá reyndar mjög áhugaverðar tölfræði því það er alltaf að sína hvað transaktioni hefur aukist á Ethereum og svolítið áhugavert. Ég sá það bara, alltaf ekki verið febrúar eða janúar. Það var alltaf 22,5% af öllu transaksjóni, fjölda transaksjónar, ég þarf að setja ekki dollartölum, á Ethereum eru svo kallar eitrað transactions. Hvers að hlutfalli var, segirðu? 22,5%. Af transaksjón, eitrað transaksjón? Já, og eitrað transaksjón, ég get sagt þér hvað það er. Það er, þú ert að senda mér $500 af stöðuleika mynti Ethereum og leið þá fæ ég einhverja svona bara svona dust er ekki nánast ekki neitt með nánast sömu adressinu þið gerðu tilraunir með þetta þú veist og þá sá þetta koma til þess að vonast til þess að þegar ég ætla að senda þér tilbaka peningin þá fer ég síðast á kopp það bara vara fólk við þessu aldrei nota þetta þetta sé líka mjög mikið af Solana bankakeðinni ég meina mjög mikið og það er gott að þú segir það því að þú veist ég ætla næstum bara að gleyma að segja ástæðan fyrir þetta aukið svo mikið á Ethereum þú veist það þýðir ekki að þetta sé ekki að Solana þetta aukið svo mikið á Ethereum eftir að gasfíð hjá þeim hvað kostaði að senda lækkaði það var valla til staðar á það var svo dýrt að gera þetta auðvitað þannig að einhver sagði það væri reyninu ókosturum við það þetta hefði lækkað svo mikið að senda að þeir eru að fá allt þetta rusl inn á sig maður tekur alltaf eftir þegar maður skoðar adress og Solscan, þú veist Solana bankakeðinni þá sér maður alltaf bara einhverja svaka sögu en það var alltaf einmitt bara eitthvað döst af einhverjum ruglkóinum sko þú veist en Gauri var kannski bara að senda 10 sóla og eitt veski sko en svo sérðu bara 10 færslur svona af einhverju, þú veist, brota af einu senti, sko, í einhverjum, þú veist. Og það eru þetta alls konar hættulegt við þetta. Maður sér það bara svona á manns eigin Solana veskjum að maður á allt í einu bara alls konar myntir sem maður ekkert eftir að keypt og svo sérstaklega þegar maður hefur verið duglegur að kaupa alls konar vitlust og maður heldur ekki hvað maður Ertu ekki hættur því? Jú, ég löngu hættur því. En það er sama, þú veist, heldur í þetta. Þarna kemur önnur regla. Fyrsta regla var ekki kopía síðustu færsluna, fáðu réttu adressuna frá þeim sem voru að senda. Og hitt ef þú sér einhverja mynd sem mannst ekki getur að keypt ekki reyna að selja hana ekki snert hana Einmitt. Mjög góð regla Björn, ég er allavega bara fyrir mitt leyti sáttur og ég þakka þér þá fyrir gott spjall Sömuleiðis ég vissi ekki að er komin laugardagur þegar við myndum ljúka þessu hlaðvarpi en gott að fá þig aftur og ég hlakka til þegar við tökum þetta upp næstkomandi föstudag á kristilegum tíma og ég þakka ykkur kæru hlustundur fyrir hlustununa og fyrir áhorfið og við heyrumst og sjáumst aftur af vikuliðinni. Þangað til næst, verið sæl.